Kristján, hún kemur með látum í þriðja hring. Hvað varst í svaka stuði? Já og nei, jú. Þetta var rosalega gott í dag og í rauninni bara mjög svipað og þetta hefur verið fyrstu 2 dagana. Nema fyrstu 2 dagana þá átti ég bara í vesinni með að slá inn á gríninn og var bara þannig séð ekki komið mér mörg færi og átti erfitt með að lesa gríninn, en þetta einhvern veginn small í dag. Hvað voru þá innahöggin að smella hjá þér í dag? Meira. Og náttúrulega Pútín, greinilega líka. Já, þetta small svona saman svona í eitt graut í dag og og það var bara gaman að geta komið með einn svona alvöru hring svona einu sinni. Hefurðu spilað á betra skori í Eyjum áður? Ég man það ekki. Nei. En hvað, þannig að góður fílingur fannst þér vera auðveldari aðstæður? Já, það var eftir rigningunni nótt, þá var völlurinn orðinn allt öðruvísi og í rauninni völlurinn í dag og völlurinn í gær, þetta var bara svart á hvítu. Já. Maður gat slegið ákveðið á pinnan í dag, en fyrstu 2 dagana þá var það í rauninni ekki hægt. Voru flatirnar aðeins hægari? Kannski ekki hægari, en þau voru miklu meðferðilegri. Já, tóku betur við? Miklu betur. Já. Þannig að það var svona kannski, hvað getur við sagt, auðveldar að komast nær pinnanum? Já, það var aðeins auðveldur í dag og maður fann það alveg strax að það var svona, í dag var sjálfstraust að slá á pinnan og það maður vissi að hann myndi stoppa töluvert fyrr en hann búinn að gera síðustu dag. Og það þarna fuglaflóð hjá þér á fyrir 9 og... Já, maður var voðalega rólegur svona fyrir 9. Jú, ég var í góðum fuglafærum á öllum hólum nema 4. Og já, þetta bara einhvern veginn Hvað varstu með marga fugla á fyrir? Já, bara með 3. Já, bara, já. Og seinni, þú ert í fínum málum þar áfram? Já, seinni voru rosalega góðar og Fugl á 13, það er ekki margir með fugl þar? Nei, það var svolítið skrautlegt pút sem maður átti þar aftur. Þá endaði annað höggið aftast á gríninu, beint fyrir aftan stöngina og þetta var svona alveg gott breyk sem að fór í. Já. Og sjáðu þið fá fugl á 15. Já. En smá æfingar á 17. Hvað gerist í þessu höggi? Ég veit ekki, þetta var bara pjúra sjenk. Já. Ég, eins og ég segi, það var, ég spilaði með einu fyrstu 2 dagana sem að sjenkaði hann einu sinni á hvora hring. Þannig ætli maður verði ekki bara að halda upp í heyru hólsins og vonandi tekur bara einhver annar þetta á sig á morgun. Einhver aðstæða, varstu farin að hugsa skorið eða varstu spenntur eða? Sko, ég var ekki að hugsa skorið, en ég fann það bara á hjartslættinum í mér. Hann var alveg töluvert örari en hann ætti að vera. Já. Og það er bara mjög langt síðan sem að hringur hefur smollið svona hjá mér. Ég er oft búinn að vera að slá mjög vel á öllum hringjum sem ég spila, en einhvern veginn aldrei náði að púsla þessu saman með góðum púttum eitthvað svona. Svo var þetta komið 7 fuglar eftir 16 hólur. Ég viðurkenni alveg, ég var orðinn mjög spenntur sko. Varstu farin að hugsa alla með þig? Nei. Ég bara, eina sem ég var að hugsa bara hvernig ég ætti að ná hjartslættinu niður sko. Já. Þannig að en þetta gerist? Þetta gerist hjá öllum. Já. En þú náður klára allavega seinni boltann á pari á 17. og flottu fugl á 18. Já, þetta var bara heilt yfir var þetta alveg bara frábært í alla staði sko. Og það er ekki hægt annað en að spyrja, það voru hlutir að gerast hérna fyrir 14 árum síðan þegar þú svona eiginlega, hvað getum við sagt, þú svona fékkst óvænt að detta í umspil, getum við sagt, ekki að þú spilaðir vel en það var líka út af því að Heiða Davíð lenti í vandræðum. Og þannig að þú átt góða minningar. Jú. Íslandsmeistari 2008. Já, og svo átti ég gott Íslandsmót 2018. Já. Og alveg aragrúa stigamótin sem er búið að ganga mjög vel, þannig að... Fílar þið vel hérna? Já, það er kannski út af að maður er ættaður í það, en ég veit það ekki. Já. En mér líður bara einhvern veginn alltaf mjög vel í Vestmannaeyjum. Já. Það er stefnt að því að leika á lokadegi, á 4. degi. Ef ekki, þá voru sumir orðnir Íslandsmeistarar. En við kannski skulum ekki að ræða það núna. Nei, það skiptir engu máli, Viltu spila?
Já, ég vil alltaf spila golf. Já. Þú veist, það er ekki það. En þú veist, jú, við bara spilum og ef það á að spila, þá bara tæklum við það. Það er allir regnföt og allir regnhlífar og bara tæklum við það þannig. Það verður kannski svolítið erfitt ef það verður mikið bleyta. Já, þetta er bara... Og vindur. Já, það verður spurning hvað maður nennir að halda regnhlífinni lengi í rókinu. Já. Hvað maður fer margar hólur á að maður pakkar henni niður. Nákvæmlega. Gangi vel. Takk.